Jæja, komið sæl, Hjörtur aftur. Þetta nú heldur betur búið að ganga vel þetta videoblogg. Alveg held ég 42 sem að hafa séð bloggið á YouTube og ég bara sé þetta skoða 10 sinnum að því, þannig að þetta kannski alveg 32. Svo eru 3 sem hafa kommentað á Facebook og þar á reyndar pabbi minn með 1 svona skildu komment, það kannski telst ekki með. En þetta sem sagt lofa góðu og ég verður örugglega heimsfrægur með þessu áframhaldi. Nú, já, ég veit svo sem ekkert sérstakt að segja frekar en fyrir daginn. Jóhanna var nú eitthvað að tala að síðasta blogg hefði verið of langt, 5 mínútur og ég svo sem alveg sammála því. Ég held sko til dæmis að meðal Bítlalagið á sínum tíma hafi verið 2 mínútur og 50 sekúndur að lengd, svona fyrstu árin allavega hjá þeim. Þannig að ég hef viljað komist að þeirri niðurstöðu að það væri fínt. Og ég ætla þess að tímasetja þetta blogg. Reyndar ég nú búinn að tala í 1 mínútu núna, en ég ætla að setja hér í símann minn, telja niður 2:50. Þá fer hún að pípa hér þegar ég er búinn með kvótann. Þá er ég ekki að þreyta lesendur, öllu heldur hlustendur þessa, og áhorfendur, þessa bloggs að óþörfu. En af því, þetta var eitt. Þetta er ekki kaffi sem ég drekka hér, eða te. Jú, þetta er nú te vegna þess að þetta er engifer te, eða seyði. Ég nefnilega lasaði í grein daginn að engifer seyði, eða engifer, væri sérlega gott. Ég vissi þannig fyrir að engifer væri hollt og gott, en það væri sérlega gott fyrir svona vöðvaverkjum og liðverkjum. Og ég segi ekki þjáist af vöðvaliðverkjum, en það er svona, það hindrar mig eða hindrar mig ekki, það er svona bara, hvað segir maður, ég glími við þetta, vöðva og liðverki. Ég tel að það sé vegna þess að ég sé með svona fíbrómíalgíu, vefjagigt, þetta heitir íslensku, sem er náttúrulega kellingasjúkdómur ef ég heyrt, eða það er því að kellingasjúkdómur að því leyti að þetta er eitthvað sem svona konur þjást meira af og er svona eitthvað svona ég er eitthvað svona hókus-pókus sjúkdómur heitir þetta á sænsku veldi, hókus-pókus sjúkdóm en já, þannig að ég hef svona glímt við, ég hef sett tíman á 2 klukkustundir og 50 mínútur. Heyrðu, þetta er alveg skelfilegt. En já, allavega, þið þurfa að hlusta á mig í næstu 3 klukkustundir. Ég held að upptakan þetta á tækinu séu ekki meira en 8-9 mínútur, þannig ég hlífi ykkur við því. En já, vefjagigt. Ég nefnilega þjáist svolítið af þessu, eða sem sagt hef einkenni vefjagigtar sem eru með vöðvaverkir og liðverkir. Reyndar eru einkennin held ég öll í líkamlega einkenni í heiminum. Svefnleysi, þunglyndi, þreyta, höfuðverkur, hárlos og tannverkir og hálsbólga og ég veit ekki hvað. Þannig að ef maður er eitthvað að manni, þá er mjög líklegt að maður sé með vefjagigt. Og ég held þess að ég sé með vefjagigt. Og þá komum að því sem ég byrja að tala um. Ég ætla ekki að fara að tala um vefjagigt. Ég ætla svo sem ekki að tala um neitt sérstakt. Þannig að það eru kannski ágætt að ég byrja að tala um vefjagigt. Það er sem sagt það er nú alveg 2 klukkustundir og 47 mínútur eftir, sem þegar ég búinn að tala cirka 3 mínútur. En heldur ætla ég að tala um engifer. Þannig að ég síð
núna, við síðustu dag, bara frá svipað eiginlega þetta sama dag og ég byrjaði að vídeoblogga, byrjaði að drekka engiferté. Og þetta hefur verið sko mikill byltingardagur í mínu lífi. Þessi dagur, sem ég man ekki hvaða dagur var, alltaf hefur verið síðustu miðvikudagur. Og sem sagt, engiferté, sem ég þá skeri ég niður rót, ferska engiferrót. Ef hægt að tala ferska rót, þetta nokkuð kannski ekki endilega fersk vara, en hún alltaf ekki þurrkuð. Og þar að leiðandi kallast hún kannski fersk. Sker niður kannski cirka 2 cm af engiferrót og í þunnar flísar og þunnar sneiðar og setja í pott ásamt þunnri sneið af sítrónu og 2 teskeiðum af hrásykri og svo bolla af vatni. Þetta síði ég að læta svona malla í cirka bát 10-15 mínútur, 10 mínútur og drekk 1 bolla. Já, ég er nú fann að drekka allt upp í 3 bolla á dag, þetta er nú svo gott. Og á að vera gott líka sko bara fyrir meltinguna og gegn sjóveiki, morgunógleði sem ég þjáist nú ekki af. Og Jóhann ekki heldur, ekki frá því bara síðan fyrir löngum. Og þetta sem sagt, drekk ég núna hverju morgni og búinn að gera það í nokkra daga og finn nú engan mun. En las mér það til að ég ætti að finna mikið mun eftir cirka 14 daga eða 2 vikur. Þannig að við sjáum til og þá læti ég bara vita hér á þessu bloggi hvernig mér reiðir af með það sko. En nú er ég búinn að tala í sko 6 mínútur. Þannig að þetta er orðið allt og langt. Þannig að ég geri aðra tilraun seinna. En þá fæ mér sopa hér af engiferté og gott. Og segi bara ég kveð í bili og segi þar til næst.